Seinasta sem við förum yfir Express í bili í raun hvernig við bregðast við villum. Við erum með í raun tvo flokka villum, villur sem að notendur geta lent í, þar að segja þau geta lent í því að biðja eitthvað sem ekki til, þau geta lent í að þurfa að sjá villu frá okkur og þá viljum við í raun birta þeim eitthvað annað en bara almenna villuskilabúðum frá Express eða eitthvað. Við viljum í raun birta einhverja villusíðu. Og síðan hefur við raun hvernig erum við að vita að það var til einhver villa, hvernig getum við brugðist við og þá hugsanlega lokkað og gert eitthvað þannig að við getum komast að því að það sé villa í forritun okkar. Villumeðhöndlunar middlewareið hefur auka argument sem eins og í callback argumentunum í Node.js og bara í callbacks almennt sett sem R fyrst sem þá villuhluturinn. Og við skilgreinum þetta seinast, þetta á eftir öllum öðrum middlewareum, þannig að þetta grípur þá í lokin villuna. Þannig að villan fer í gegnum öllum middleware okkar, seinasta middleware okkar tekur við villunni og getur gert eitthvað með hana. Lokkað hana, sett upp einhverja villusíðu og láta hún vita eitthvað að komið upp á. Við getum líka nýtt okkur það að middlewareið sem keyrir seinast hefur þá ekki verið gripið af neinni síðu sem á að meðhöndla hana og haft á næst seinast rát sem segir til heyrðu, þú ert búin að fara í gegnum öll rátin sem í boði á þessu appi, þú fannst ekki neitt, hér almenna 404 síðan, það sem þú baðst fannst ekki. Og þetta samt á undan villumeðhöndluninni, af því að villumeðhöndlun gæti orðið svo sem það gæti komið við villa í þessari meðhöndlun. Þannig að þá setjum við app use reqres hérna áður en að eitthvað gerist, áður en að villumeðhöndlun tekur við og eftir í rauninni allt annað skilgreint. Og þá segjum við hérna, allt það sem á undan kom fann ekki það sem þú varst að leita að. Þar af leiðandi það ekki til. Ef að það kom villa upp einhvers staðar þar eða hér, að þá grípur þetta hérna og segir console error, lokkar út villuna og skilar hérna 500 villu og segir error occurred. Já, þannig að þetta það sem við segja. Og ef við sendum error hlut í next, það segja í middlewareið, þá það sama og villan hafi komið upp þá bara með því að við höfum þróað einhverju eða eitthvað hafi þróað óháð okkur í middlewareinu. Þannig hérna getum við kasta nýri villu og þá fer þetta í villumeðhöndlunina eða við getum kallað hérna í next og sagt next new error og þá það enda á sama stað. Síðan getum við notað async og await þegar við erum að vinna með asynchronous kóða, þess að við ætlum að vera með Express app sem að tala við gagnagrunn eða vefþjónustur, það að bíða eftir þeim og síðan skila svari og þá getum við notað async og await til þess. En þá þurfum við bara að passa upp á, alveg eins og þurfum við vera með main fallið í Node.js þegar við erum að nota async og await í staðinn fyrir að hafa top level await að grípa villum sem getur komið upp í þessu ysta falli. Og það getum við gert bara með því að búa til higher order fall sem sér almennt þetta og þá það þannig að við búum til eitthvað middleware hérna sem getur kasta villu. Hér einhver kóði sem getur kasta villu. Við búum til wrapper sem að tekur inn þetta middleware hérna sem fall, þannig að þetta eitthvað fall hérna og við skilum nýju middleware sem að kalla í þetta middleware hérna, þannig að þetta async hérna myndi skiptast út hérna fyrir þetta hér. Reqres next, verður bara sendt áfram reqres next hérna, við verðum að skila middleware nema, út í þetta hérna myndi skila þá promise að þá setjum við líka cuts á þetta hérna. Express kann á then en cutsið myndi valda ómiðhöndlari villu án þess að við myndum ekki gera þetta í main fallinu í Node.js forritum. Þegar við skoðum dæmi þetta að þá höfum við hérna villumeðhöndlun og við keyrum hana og þá kemur hérna ef að við biðjum bara indexið þá fáum við hello world, ef við biðjum hello þá fáum við eitthvað ákveðið nafn, kastum því hérna og við opnum þetta þá fáum við hérna hello og síðan hello foo, þá kemur hello foo en Óli kannast ekki við hann þannig að við skilum 404 og þá segum við hérna bara return next þetta hérna minnir senda okkur áfram í næstu meðhöndlun sem til staðar hérna sem þá þessi hérna handler sem skilar 404 og sendir síðan 404. Við getum farið á error sem við munum kasta villu þannig að við ferum hérna á error
þá fáum við villu og við loggum hérna út villuna og þá fáum við hana með stacktrace og öllu þegar við erum að kasta villu hlut hérna. Og við getum líka fengið villuna fram hérna með því að gera þetta hérna, en þá þurfum við að restarta servernum og ef við förum þá aftur hérna á hello foo, þá fáum við villu, þá er villan eiga sér stað í þessu hérna middleware en ekki þessu hérna. Síðan ef við erum með async og await, þá getum við skoða það hérna, að keyrum það hérna með Node 10, að hér erum við að reyna að lesa skjalið, ef það gengur ekki þá skilum við villu. Þá getum við gripið hana hérna, þannig að við opnum serverinn, við sjáum reyndar hérna, við erum með unsafe, reynum að lesa eitthvað án þess að vera með catch errors utan þetta, þannig að við byrjum með að fara hérna og sjá hvað gerist hérna. Þá lesum við skjalið, við lesum hreinlega bara þetta skjal sem við erum með hérna og það er bara svona, þetta er bara lesið beint þessi forritskóð okkar. Þannig að við gerum hérna, breytum þessu og kostum villu, þá fáum við villu hérna, getum brugðist við henni og byrt þá einhver villu skilaboð. Það er þá hérna catchið okkar hér, en ef við förum hérna í unsafe, já hérna, reynum þetta eins og svona, þá fáum við villu. Ef við tökum þá hérna, þá sjáum við fáum þetta og ef við værum þá ekki með catchi hérna sem er að bjarga okkur hérna og við værum í raun að reyna að lesa þetta án þess að vera með try catchi þarna sem að grípa villuna, að þá fáum við hérna og forritið okkar hangir, við fáum hérna unhandled promise rejection warning og serverinn okkar er dáinn, hann er ekki að fara að svara neinu öðru, þannig að þetta hérna er bara búið og farið. Þannig að þarna þurfum við að passa upp á það að grípa þessar villur til þess að geta brugðist við þeim og bara til þess að geta haldið servernum okkar uppi.